ætla ég að fjalla nokkur grunnatriði í Excel, nefnilega reitina. Reitir í Excel geta innihaldið texta, tölur og formúlur af föll. Reitunum er raðað eftir hnitakerfi og hver reitur hefur nafn sem að birtist hér. Til þess að setja inn texta í reit slægi hann einfallega inn. Ég staðfesti innsláttin með ít á Enter lykilinn á lyklaborðinu og fer þá bendilinn í næsta reit fyrir neðan. Ég get einnig staðfest innslátt með ít á dálkalykilinn en þá fer bendilinn í næsta reit til hliðar. Ég get stækkað og minnkað dálkana með að fara með bendilinn hér á milli bókstafana og haldið þá niður í vinstri músarnafn og dregið og sleppt. Ég get einnig tvísmelt á línuna hér á milli sem aðskilur dálkana og stækkar þá reiturinn eða minnkar þannig að rúmi akkúrat innihaldið. Ég get gert til sama með línurnar með að fara á milli tölustafana. Tölusla ég eins inn á textan, bara beint á lyklaborðinu og ít á Enter eða dálkalykil til að staðfesta. Innihald reitsins birtist alltaf hér á aðal vinnusvæðinu en einnig hér uppi. Þegar ég setjum föll eða formúlur þá set ég alltaf jafnt og merkið fyrst. Það segir að innihald reitsins er hvorki textin í að tala heldur fall eða formúla. Ég ætla ekki að vinna með formúlu núna. Innihald reits. Ef ég er að vinna með texta þá get ég stækkað og minnkað letrið með skipunum hér á borðanum og athugið að ég þarf ekki að tvísmella á reitin og skyggja textan. Það nægir að hafa reitin valinn og svo get ég breytt honum. Minnkað og stækkað letrið, breytt leturgerð, feitletrað, skáletrað, undirstrykað og svo framvegis. Ég get breytt textanum, hafi ég slegið inn eitthvað rangt stafsetningavel annars slíkt með að tvísmella, beint inn í reitin. Ég get líka unnið með innihald reitsins hér uppi. Skiptir ekki máli hvort ég geri. Ég get breytt, fært innihald reits og reitin í heild sinni með því að smella á jaðarinn, halda niður í vinstri músarnafn og draga hann til. Þetta er fært hann og það gildir alla reiti, hvað sem innihalda. Ég get afritað innihald reits með að grípa hér í litla perningin í hægra horninu og ef að það er text í reitnum sem Excel skilur eins og til að mynda dagsetning, mánaðarheit í þessu tilfelli, þá get ég smelt og dregið hér til hægri. Þá býr Excel til það sem vantar upp á. Ég gæti einnig dregið hér niður. Ég get afritað texta inn í reit með að smella og halda, skyggja einhvern ákveðinn fjölda reita og í þessu tilfelli myndi ég síðan halda niður í Ctrl og R fyrir right fyrir afritað til hægri. Þá fylli ég inn í reitin með innihaldi fyrsta reitsins og sama hátt get ég valið reitina niður og ítið þá Ctrl D til þess að fylla úti og ég get dregið upp ferning og afritað innihaldi kannski fyrst til hægri með Ctrl R og svo niður til að fylla uppi, svo Ctrl Z til að fara tilbaka. Það er ágætt að læra þessar flýtiskipanir, það er flýta mjög fyrir allri vinnslu. Takk fyrir.